Já, veriði velkomnir áhorfendur góðir og verið velkomin hér í KA TV. Hér að hefjast leikur KA og Vestri með Sjónadeild karla í blaki. Það nóg framundan en KA TV í dag. Stefnumót í bóanum í gangi hjá þriðja flokki kvenna. Þeir eru í beinni. Þeir eru í beinni í gær og verður í beinni á morgun líka. Við erum að hefja þennan blakleik klukkan núna korter yfir 1. Og klukkan 4 sýnum við KA Þór FH í úrvalsdeild kvenna í handbolta og klukkan 5 sýnum við KA HK í Lengjubika karla í fótbolta. Þannig að það nóg framundan en við byrjum á þessum leik. KA Vestri, KA í þriðja sæti deildarinnar á 2 leiki góða á HK og getur með 2 sigurum lyft sér upp fyrir HK í annað sæti og reynt að fylgja toppliði Hammars. Vestramenn aðeins búið að leika 5 leiki en er samt með 9 stig, hafa komið sterkir inn í vetur og við fáum vonandi skemmtilegan og spennandi leik. Leikirnir hafa allavega heldur verið áhugaverðir hérna í KA-milinu undanförnu. Og við skulum kíkja á lið gestana. Þeir eru ekki með marga á skýrslu þessu sinni. Sigurður Bjarni Kristinsson nr. 3, nr. 8 Alvaro Cuneto González, nr. 11 Hafsteinn Már Sigurðsson, 13 Felix Arturo Vázquez, 14 Juan Manuel Escalona, nr. 20 Karol Malislevis, nr. 15 Antonio Fernández og 16 Karol Duda. Já, það er aðeins að skerpa á nöfnunum á gestunum. Fyrst afsökunar á þessu, en þetta vonandi slípast til þegar leikurinn fer af stað hjá okkur. En næstu dags þá rennum við yfir lið KA. Og það kemur hérna nr. 2 Draupnir Jarl Kristjánsson, nr. 3 Miguel Mateo Castrillo, nr. 5 Andrei Collins dos Santos, nr. 6 Birkir Freyr Elvarsson, nr. 7 Alexander Arnar Þórisson, nr. 8 Arnar Már Sigurðsson mættur aftur, nr. 9 Sölvi Páll Sigurpálsson, nr. 10 Hermann Bíring Ottosson, nr. 11 Filip Pavel Sjevsik, nr. 12 Gunnar Pálmi Hannesson, búinn að vera að leika sem líbero undanfarna leiki menn verður kantur í dag, nr. 13 Gísli Marteinn Baldvinsson, nr. 18 Vigfús Jónbergsson og nr. 20 Benedikt Rúnar Valtísson. Og eins og ég segi, verður vonandi skemmtilegur leikur sem fáum í dag. Fyrsti leikurinn af 3 í dag á KA TV og alveg klárt að strákarnir okkar eru staðráðnir í að sækja 3 stig, unnu frábæran sigur á HK í síðustu umferð 3-0 og spiluðu þar á nokkur svafa sem besta leik í vetur til þessa, en Vestramenn eru með skemmtilegt lið og mæta hérna hvergi bangnir í KA-milið. Fyrir að koma að því að þetta fara að stað hérna. Það eru gestinni sem byrja. Það er Hafsteinn Már Sigurðsson sem hefur þetta fyrir þá. Aðeins 8 leikmenn á skýrslu hjá þeim. Þannig að það verður vantilega svolítið álag á þá, en þetta er farið að stað hérna, kemur Andrei Collins, bombar þessu og byrja gestirnir á fyrsta stíðinu. Frábært blokkstig þetta hjá honum Sigurði sýnist mér. Það var að setja stíði á hann og gestirnir byrja á því að blokka Andrei Collins og áfram því Hafsteinn í uppgjöfinni. Og alltaf aftur á Andrei, núna situr hann yfir hárnuna, en þeir ná að verðast þessu. Kemur svo lauma hérna yfir og þeir ná að bjarga þessu og þessi kemur svo út í kjölfarið. Það var dauðafæri fyrir Juan Manuel Escalona. KA-liðið var í miklu vandræði með vörnina þarna. Boltinn beint við lofti á netinu, en smassi frá Juan of langt og KA jafnir 1-1. Gott að svara strax. Það kemur aftur smast núna frá Juan Manuel og hann skorar. Já. Laglega gert hjá gestunum, fín móttaka
gott uppspil svo á Juan Manuel sem að þruma boltanum fram í hávörðinni og kemur gesturinn aftur yfir, 2-1. Já, þetta gerir Benedikt vel, en sjáu þið hvað þetta var vel gert hjá Filip. Boltinn við það að fara yfir netið þarna, en hann nær að teygja sig í boltan, stittar hann upp fyrir Benedikt sem er mættur í loftið og hann skettir sig í gólfið, 2-2. Þetta fer vel að stað hérna. Ja, fínt spil út á kant, en þessi bolt er úti frá honum Alvaro. Og K.A. komið yfir í fyrsta skipti, 3-2. Andrei áfram í uppgjöfinni, fínt bolti frá honum, en góð móttaka beint í uppspil, en svo kemur smassið þarna frá honum Juan Manuel af hávörðinni og út, og hann jafnar hann með til annars stíði honum. Hann er að byrja þetta vel núna. Búinn að svara fyrir mistökin áðan með 2 stigum, 3-3. Og Sigurður Bjarni Kristinsson fyrir gestina. Hann er að 2 Íslendingum hjá liði Vestra hérna í dag. Eins og aðeins 8 leikmenn á skýrslu hjá þeim. Og þarna skor, hann fór ekki í gólfið, hann áfram með þetta. Það munaði engu, Alexi var búinn að skora þarna, en í staðinn hann skora bara Miguel Mateo Castrillo. Gott uppspil þarna á Mateo, einn í hávörðamótunum, og Mateo nýtir sér það til hins ítrasta, kemur K.A. aftur yfir. Kemur boltinn á Lexa og Lexi reynir að lauma og skorar. Já, Lexi kominn í annað hlutverk hérna, hann er að spila á kantinum. Ég vildi maður nú vanur að sjá hann á miðjunni, en svo sem blakmaður góður, hann getur leyst bæði. Og Benedikt næstu búinn að skora á, sem þeir ná að verðast þessu, og svo kemur gott stig frá Alvaro Cunedo González. Minkar í 5-4, setur hann af hávörðinu niður. Já, engin Óskar í liði K.A. í dag, og bregðast þannig við með því að fá Lexa í kantinn, og hann skorar Hermann Büring. Þetta gerir hann vel. Stór og stæðilegur og náðu að tegja sinna bolta. Ég er ekki viss að margir hefðu náð þessu bolta, var Hansi hátt uppi. K.A. svona reyna ná að slíta sig frá gestunum, og þetta er eins og var enga veginn nægilega gott. Boltinn hérna út á Alvaro, engin hávörð, og Lexi fær aðeins að heyra það frá Filip. Enda á Lexi alltaf að reyna að fara upp í hávörð þannig. Það er ansi erfitt að verjast svona bolta í afturlínunni, og gestirnir áfram ná að minnka 1 stig hérna. Og K.A.-lið fær hérna ódýrt stig, uppgjöfin frá Alvaro misheppnaðist, og þetta er fyrsta uppgjöfin sem klikkar í dag. K.A. 7, Vestri 5. Fer, eins og ég segi, vel að stað þessi leikur. Það er alveg ljóst að bæði lið ætla sér 3 stig hérna. Frábært uppspil, og enn er hávörðin að klikka á K.A.-liðinu. Þetta er bara ekki nógu gott. Já, ég veit ekki alveg hvað stráðin voru að hika þarna. Þetta var 3. touch frá gestunum, og alveg ljóst að þarna myndi koma smass. Þannig að fín vörn af gestunum, boltinn út á kantinn, og þetta er þægileg bolti fyrir Andrei, og svo kemur Hermann með boltan af hávörðinu og út. Já, Hermann Büring að láta til sín taka, komið 2 stig. Já, liðin að skiptast á að skora núna.
búið að vera 1-2 stig núna. Það er að Káa náði yfirrundinni. Jæja, hörku smatt frá Hafsteini og áfram hann að spila virkilega vel í uppspilararstöðunni. Já, Káa liðið er bara engan veginn að ná hárunni hér í upphafi. Þessi bolti er eins og út og Káa fær aftur ódýrt stig. Önnur uppgjöf sem klikkar á gestunum. Káa ekki búið að klikka uppgjöf til þessa. Filip með þægina bolta og hvað endar þetta? Þessi er út. Förstu bolti frá One og hann er út, ekki að hárunni. Enda eins og segja hárunni ekki búið að vera alveg nægilega öflug. En sluppum með þarna. Og Káa 3 stigum yfir núna. Og tvíslag hafði hann dæmt á gestina. Já. Ekki alveg nógu gott höts þarna þegar hann var að fara í uppspilið. Og Káa fær því stigið. Aðeins að skilja milli núna. Þá leitaði bara Juan Manuel Escalona. Komið 3 stig. Hann er að standa sig virkilega vel hérna. Kemur Matteo, neglir þessu og hann náði að stoppa boltan hann að Karol. Kemur svo á Andrei, hann þarf að kýla boltan. Vel gett að hann stígi ekki yfir línuna og áfram með leikinn því og Juan Manuel getur ekki hægt að skora. Setur hann að háutinu út og minkar þetta aftur í 2 stig, 2 rauða gestunum. Hann er komið 4 stig af 9 fyrir vestarmenn. Virkilega gaman hvað er orðin mörg lið í efstu deild hjá köllunum. Og það dæmt net á Filip þarna. Já, þetta var ekki spurning. Tók þarna bakgerinn og í kjölfarið þá rak hann hendinni netið. Enginn að mótmæla þessu. 11-10 fyrir úrstig í rauða gestunum. Langur bolti, Lexi tekur hann. Filip á Andrei Collins og hann setur hann út. En hann fer af hárunni. Og Káa því áfram í fórustinni. Og Andrei Collins, spilandi þjálfari Káa, kom með fyrsta stig sitt í leiknum og fer svo í afturlínuna í uppgjöfuna. Karol tekur við þessu, svo kemur boltinn langur hérna og klikkar, bombar á hérna netinu og Káa 13-10. Það var erfitt uppspil hérna, ansi langur bolti og mátti ekki mikið klikka hérna. Enda sáu við það að boltinn endaði á því að boppa á netinu. Þannig að áfram virkilega vel gert hjá vestarmönnum. Hann er að spila virkilega vel hann Hafsteinn Már og er að finna félaga sína hægri vinstri. Og Alvaro Cuneto González komið 3 stig. Hann og Juan Manuel er að fara fyrir gestunum. Og þá klikkar uppgjöfin hérna frá Sigurði. 3 stiga munur, Káa 14, Vestri 11. Mikilvægt fyrir gestina að reyna að ná fyrstu hrinu. Þeir eru með það þunnskipaðan hóp að gæti orðið ansi erfitt fyrir það að halda yfir Káa-liðið ef þetta fer í margar hrinur. Svo kemur þessi hörkubolti frá Alvaro en hann fer út. 15-11. Og þessi er aftur út. Já, þetta er ekki alveg að ganga núna. Hjá gestur núna, þeir taka leikli. Káa skyndilega komið 5 stigum yfir og þeir fara að líta ágætlega út fyrir strákana.
Skulum ekki afskrifa gestina. Já, sjáum við að það eru mistök gestanna sem eru að skila KA þessari fórustu núna. Það var í 1 til 2 stigum en þeir eru að klikka full mikið gestin. Þetta sjáum við það að stigaskora KA er ekkert rosalega mikið. Hermann Býring 1 með 2 stig, aðrir minna. Það er fín móttaka af Karol og svo kemur boltinn á kantinn og touch, hörku boltinn frá Alvaro. Og hann kemur gestunum aftur nær okkur í 16-12, 4 stig í honum. Hann og Alvaro, hann og Juan Manuel fyrirgefi, báðum við 4 stig. Lexi missir móttökunni yfir og Hafsteinn Már ekki lengi að refsa þarna. Já, móttakan hjá Lexa, það var það virkilega fastur bolti en hann missir boltan þarna yfir nettið og það lúrði Hafsteinn Már, engin hávörn, þetta var KA-liðið sem ennþá bara búast við því að koma sér í að spila boltanum. Vel gert hjá Hermanni, náða að bregðast við þarna og Matteo með rólega bolti yfir og Lexi, nei, ekki dæmt og gestirnir voru staðráðnir í það var eitt seiling á KA-liðið, svo var ekki og þeir hættu bara. Af hverju ekki bara halda áfram að bíða eftir flautinu. Hafsteinn Már óánægður með þetta en það er dómarinn sem að metur þetta, hann er í langbæstu stund til að sjá þetta. Og hann tekur tilbaka og segir endurgefið. Jæja, þá stundum greinilega borgar sig að deila við dómarann. Já, ég held að það borgar sig þetta ekki. Jæja, þá bara stígur tilbaka. Þessi boltið er svo út, þannig að ekki breytti þetta neinu fyrir gestina. 17-13 fyrir KA. Já, það er eitthvað að breyta þessu að því ekki að deila við dómarann. Það er greinlega því í stundum. Það kemur hörku boltið hérna frá Alvaro. Sá er að standa sig, það komið 5 stig af sem 14 og en eru strákarnir bara í vandræði með að koma sér í stöðu hvað var að hávörnina. Matteo vill meina að það veri röngu uppstilling á liði Vestara. Hella menn sé með augun opinn. Það er greinilegt að Matteo er að pæla í ýmsu hérna á vellinum. Ekki veit ég hvort að það var rétt hjá hann ekki. Ég var að dásta leiknum til þessa. Svo kemur þessi bolti frá Alvaro út og KA áfram í 4 stiga forystu. Já, Matteo, það eins og segir mikill Blackheili, þjálfur þetta kvennaliðið hjá okkur og gjörsamlega lifir fyrir Blackheið. Horfir á leiki KA-liðana, bæði kalla kvenna fram og tilbaka og hefur heldur betur lift kvennaliðin okkar upp á herraplan eftir að hann tók við í. Stelpurnar hafðu einu sinni orðið deildarmeistarar áður en að hann kom og tók við stjórnliðsins. Síðan þá hafa bikararnir komið í ótrúlegum fjölda. Já, heldum áfram með þennan leik hérna. Filip á Matteo einmitt og Matteo laumar og þetta gerði hann virkilega vel. Sá að hann Felix var ansi aftarlega í afturlínunni og það var því nóg pláss fyrir aftan hávörðina. Þetta, já, var ekkert voðalega flókið hjá Matteo. 19-15. Og þá kemur Vigfús Jónbergsson í uppgjöfuna fyrir KA.
Fúsi klikkar valla á uppgjöf, ótrúlegur, öruggur í sínum aðgerðum, drengurinn. Og já, hann klikkar ekkert hjá hann núna. Og þessi bolti frá honum Hafsteini af netinu út, ekki á horninni, og K.A. komið í 20-15, 2 stig strákar núna, 5 stiga munur, K.A. 5 stigum frá því að klára fyrstu reynu. Eins og ég segi, gestirnir eru með það að fáa leikmannaskýrslu að það gæti orðið erfitt þetta fyrir margar hreinu. Það er mikilvægt að stoppa á strax, en þetta kemur gott stig frá Antonio Fernandes. Hann kemst á blað núna, minkar þetta í 4. Þeir gefa sér ekkert upp hérna. En þess að segja, þeir eru bara búin að spila 5 leiki í vetur, gestirnir, en eru enga segið með 9 stig. Það var aðeins mist af 6 stigum í þessu 5 leikjum. Og geta alveg blanda sér í topparáttuna að þeir nýta sér þessa leiki sem er eiga inni. En Matteo, þetta gerðan virkilega vel. Töluvert frá netinu og ekki allir sem hefðu reynt smass þarna. En hnýtt með bolti frá hann að venju, beint í gól, 21-16. Ja, fínt spil hérna á kantinn og Juan Manuel setur hann í hávörðina hjá Matteo út og fær því stigið. 5 stig komin á Juan Manuel, Escalona. K.A. ekki enn komið með blokkstig og hefur ekki verið nálægt í til þessa. En eru enga stig í forustunni. Filip á Andrei og hann reynir að lauma og nei, hann er ekki farin í gólfið. Hann náði að bjarga honum hann, Karol, vel gert hjá honum og Matteo bombar svo fyrir gólfið. K.A. að fara að fagna en náðu að átta sig og héldu áfram og Matteo skorar svo. Þetta er málið, ekki missa hausinn. Býttu eftir að dómarinn dæmi annarkvæmt stig eða ekki neitt. Ekki eins og gestirnir áðan sem bara hættu en sluppu sem er skrekkið þegar það var ákveðið að endurtaka stigið. Þarna kemur hávörnin. Já, Benedikt Rúnar Valdirsson. Fyrsta blokkstig á K.A. og það er jákvætt. K.A. 23, Vestir 17 og strákarnir eru að því virðist að sigla þessu. Andri með hörku uppgjöf en þeir ná að taka á móti þessu og vel geta Birki kasta sér hann á bolta sem fór á netinu. Mattius setur hann eins og örgan yfir og nú er lag fyrir gestina. Hvað endar þetta? Hörku bolti og frábær hávörð til að leggsa þarna og K.A. er núna að stíga frá þessu hávörðin að vakna til lífsins og það skiptir öllu máli. Gestinni búin að vera að spila góðan sóknarleik og mikilvægt að ná að draga aðeins úr þeim bitið. 7 stiga munur, K.A. 1 stig frá að klára þetta. Kemur bolti frá Andrei, hann er fín en góð móttaka hérna og svo boltin út á kantinn. En hann er erfiður og Alvaro er ekki að hitta hann. K.A. vinnur hann fyrsta reynu 25-17. Já, vel gert. Sem að lifa tölfræðina aðeins að sýnast. Ég tek með smá pásu, kem ég að aðra hreinu. Sjáumst á.
Já, þá erum við að vera klári í aðra hreinu hérna. Káa náði að stinga af undir lokin í þessari fyrstu hreinu eftir að það var nú tiltölulega jafnt til að byrja með. Vestri leiddu 1-0 og 2-1. Það var Káa-liðið náði að ná yfirhöndinni og svona hægt og bítandi tókst þeim að slíta sig frá gestunum og undir lokin þá stungu þeir bara hreinlega af. Spurning hvernig leikmenn Vestra mæta inn í þessa aðra hreinu. Þessi töluvert meiri breidd í Káa-hópnum, sérstaklega í dag þegar gestirnir eru bara með 8 á skýrslu. Og það er mikilvægt að reyna að keyra svolítið upp tempó hérna. En þetta er vel gert hjá honum Juan Manuel Escalona. Kemur með fyrsta stigið fyrir gestina, laumar þarna yfir háheitina. Eins og háheitina Káa er að vakna til lífsins. Þá er svo sem gott ráð við því að lauma bara yfir hana. Og enginn mættur undir. Kemur Sigurður Bjarni. Bolti svo að Lexa og Lexin nær ekki að stýra boltanum betur, fer út og Vestir kom í 2-0. Fyrsti ásinn í dag ef maður rétt. Já, þetta er fyrsti ásinn, hann er gestana. Engin ásinn fyrstu hreinu, það er ekki oft sem við sjáum það. Og nú klikkar móttakan hjá Birki. Aftur ás hjá Sigurði Bjarna, komið 3 stig núna, 2 í röð. Og já, staðan 3-0 fyrir gestina. Sigurður setur hann eins og í neti núna. Og Káa liði vantarlega bara ansi ánátt að losna á þessari stöðu. Sigurður búinn að skora þarna 2 stig í röð úr ásum. Þá verður að koma þessu klikki. Og Andrei Collins fyrir Káa. Fýtt bolti frá honum en móttakan góð hjá Alvaro. Og svo kemur frábær bolti þarna frá Juan Manuel. Stekkur hátt, svífur í loftinu, bombar í háruna út. Og kemur þessi 4 fyrir gestina. Þeir eru að byrja þetta af krafti hér í annar hreinu. Komum við 7 stig í leiknum Juan Manuel. Virðist eiga að fá svör við hans sóknarleik. Þessi bolti Lexin, fína móttöku. Filip tilbaka á Matteo bombar þessu. Þetta var virkilega vel gert hjá Filip. Og fyrir vikið fekk Matteo aðeins einn á móti sér í hárunni og hann smellti hann í gólfið. Matteo kom með 5 stig eins og við sjáum núna. Karol nær taka á móti bolta. En Káa-liðið fær núna góðan séns, kemur Lexi og setur hann af Alvaro út og Lexi já, er að finna þessi ágætt á kantinum, komið 3 stig. Ég sé smá hræringar á Káa-liðinu hvað var það stöður. Óskar er ekki með í dag, þá kemur Lexi úr miðjunni í kantinn. Gunnar Pálmi fer úr líberónum, fer að spila kant, þar að segja vantilega þegar hann kemur inn á. Og Arnar Már kom þá aftur inn í liðið, búinn að vera stýra liðin á bekknum. Þetta var Hermann Pýring með flott blokkstig og blokkin komin í ganga Káa, komið 3 stig frá blokkinu núna á skömmum tíma. Og Káa strax bá jafnan hann í 4-4, 3 stig í röð og Benedikt Rúnar Valtísson áfram í uppgjöfinni. Þetta koma. Jæja, vel gett hjá Andrei Collins og kemur Lexi en virkilega góð varist á Alvaro og svo tvíslag hjá gestunum. Þetta var klaufalegt og Káa þiggur stigið með þökkum, 4-5. Góður kafli hérna, 4 stig í röð. Hústakvöldi bara skyndilega komnir yfir. En er Karol að gera vel í líberóstöðunni hérna og svo kemur frábært blokkstig hjá Lexa. Já, Guð hjálpi gestunum ef að Hávörðin er farin að taka alla bolta núna.
Alexander Arnar Þórisson 4 stig og 4 blokkstig á Káa gegn 1. Fyrsta stig gestana var með blokkstig að ekki komið nýtt síðan og aftur er Hávartin að standa vel. Reyna aftur, Hávartin á Káa er búið að loka kjörsanlega öllu. Hvað endar þetta? Æja, þá kemur Juan Manuel með boltan í Hávartina út. Það er svo sem eina í stöðinni ef Hávartin er að loka svona mikið á því að bomba bara í hana út. Og aftur innstigsmunur 8 stig hjá Juan Manuel. Sá er að standa sig. Fer svo í afturlínuna. Kemur hérna bolta sem að Matti tekur vel á móti og svo kemur boltin á Lexa en Lexa situr hann í netið og staðan aftur í jöfn 6-6 núna. Þetta er langt hjá honum Juan Manuel. Þessi bolti út. Kálega fljótt að lesa það. Ég segi minni á að það er svo leikur Káa Þórs og FH í Ólfsvík kvenna í handboltanum klukkan 4 hjá okkur og svo Káa HK í fótboltanum klukkan 5. Þannig að endilega haldið áfram að fylgjast með Káa TV eftir að þessum leik lýkur. Algjör veisla helgina á Káa TV sem svo oft áður. Æja, Andri Collins með fína móttöku og svo kemur Lexi og vá, bombar þessu af krafti og kemur Káa aftur yfir. Nú er það Filip sem er að leika við Kurtsin Fingur hérna í uppspilinu. Og það er ansi erfitt að reyna að sjá við Filip. Og fyrir vikið var, svona eins og segi, bara einn í Howard gegn Lexa áðan. Lendi vandrar þarna og Antonio ætlaði að sneiða boltan þarna uttalega með frá netinu. Gekk alls ekki hjá honum. Þessi bolti var aldrei líklegur að leiðin yfir. Káa komið 2 stigum yfir núna 9-7 og Lexi áfram í uppgjöfinni. Fýtt bolti frá honum og vantaði aðeins talanda þarna að sleppa með þetta og svo dæmt tvíslag í uppspilinu. Já, er þetta ekki þriðji tvíslagsdómarinn sem er dæmdur á gestina. Það er dýrt. Sérstaklega eins og segi, þeir verða að reyna að svara sem allra fyrst. Þeir ætla að fá okkur úr þessum leik og sjáu þessa uppgjöf skoppar af netinu. Og Hávartin svo með fína vörð hana en Filip var kominn á stað og hann náði því ekki stefnumbreytingunni til að taka við boltanum. Og þetta var annað stig hjá Antonio Fernández Ortiz. Minkar þetta í 8-10. Já, þeir gefa ekkert eftir vestramenn. En þurfa samt að ná einhverjum stigum núna og já, áfram með þetta. Ekkert að þessu hjá Filip og svo í kjölfari skorar Alvaro. Minkar í 9-10. Það var svona kom smá hik á menn hvort það var að fara að dæma seilingu á Filip hérna þegar hann náði að klóra sig í boltan hérna. En leikurinn hélt áfram. En gestirnir fengu enga sig í stigi þegar Alvaro gerði vel hana. Birkir Freyr, fín móttaka, boltinn á Andri Collins og hans getur ekki annað en skorað hana. Einn á móti Hafsteini og setur boltan meðfram Hafsteini og beint í golf. Andri Collins komið 2 stig. Lengi lífur í gömlum glæðum eins og sagt er. Magnaður blak kempa, hann Andri Collins. Og þessi bolti svo út frá honum Alvaro. Káa komið 3 stigum yfir. Það virðist alltaf að spilast mjög svipað og fyrstar hérna. Jafnt á með liðunum til að byrja með en svo er Káa liðið svona ná að slíta sig frá. Það þurfa eins og að halda haus. Þetta er fljótt að breytast ef þú vart ekki við huga með efnið. Kemur fínt uppspil og þessi bolti er út. Það var ansi nálægt þarna Alvaro en boltinn út og Káa slett með skrekkinn. Hann er búinn að vera 7. heitur í dag með 6 stig.
Þessi var út frá honum og Hermann Býring því áfram í uppgjöf fyrir Káa. Fýtt bolti og hvað endar þetta afturlínu smass hérna frá Antonio. Káa-liðið nær að verast þessu og aftur reyna þeir og nú skorar Alvaro. Já, bætir upp fyrir stig áðan. Kom með 7 stig núna í heildina. Minnkar til 3 stig. Alvaro, hennar bolta, hann skroppar af netinu þarna og tilbaka og Káa fær því stigið. Var ansi nálægt því að þetta er réttu megin fyrir gestina niður en svo fór ekki og Káa fjórustum yfir 10-14, eða 14-10 og svo boltinn út á kantinn og þessir út. Já, ekkert touch þarna, Juan Manuel nær ekki að bæta við sína 8 stig sem hann kom með nú þegar og þá taka gestinni leiklega 15-10 fyrir Káa og þeir eftir að spilast nákvæmlega eins og fyrsta reyna. Gott að það var ekki akkurat í 15-10 sem tóku leiklega á hann eða hvort það var 16-11. Skiptir ekki öllu máli en það var allavega mjög svipað. Sjáum hérna, þetta er nákvæmlega eins og það voru 1-2 stig. Svo kemur hrina af mistökum hjá gestunum og það er að skapa forystu Káa. Þannig að þetta er ekki mistök að við séum að föst einhverju lúppu að sína fyrsturinn aftur. Þetta er bara nákvæmlega eins. En Káa-liðið farið að ná að sækja fyrir stig. Sáum Miguel Mateo og Lexi báðum með 5 stig, Hermann Býring 3, aðrir minna. Juan Manuel með 8 fyrir gestina og Alvaro 7. Og Sigurður Bjarni 3. En síðast við höldum áfram hérna. Filip Pavel Ševčík fyrir Káa-liðið. Og kemur lauma en sjáðu Birkir fljótur að bregðast við en nær ekki stýra boltanum. Það var vel gert hjá Hafsteini. Sá að Káamenn voru ansi værikerir að bíða eftir hvar uppspilið myndi fara og Hafsteinn ákvað bara að skella hann sjálfur í gólfið. Vel gert hjá honum. Kemur Sigurður og leggst ykkur við þessu beint á Filip sem setur hann tilbaka á Andrei og Andrei skorar. Já, það gerði Andrei vel. Sáðu hvað móttakan skiptir miklu máli að hún sé í lagi. Þá er þetta svo miklu auðvitað að boltinn beint á Filip sem gat þá valdi Andrei sem að skipta svo fyrir Gunnar Pálma. Gunnar Pálmi kominn inn núna eins og segi í stöðu kants. Búinn að vera að spila líberó í síðustu leikjum. Hann er fjölaður kappinn. En klikkar endar á þessari uppgjöf. En brosir svo sem bara að þessu. Staðan enda fín fyrir Káa-liðið en þurfa að halda áfram að bæti í. Tryggja það þeir klári hrinuna. Birkir með fína móttöku beint á Filip tilbaka og Mattias laumar og frábæra gert hjá Karol og þeir gera virkilega verður úr þessi gestin en Káa-liðið nær að verðast þessu og svo kemur Matteo og þessi er inni. Já, tók smá tíma fyrir línudómarann að ákveða sig en þessi var inni og Matteo kom með 6 stig. En þetta var virkilega vel gert hjá Karol líberó gestana. Stökk undir boltan hérna og náði að halda honum í leik. Og enn skiptir Benedikt út fyrir Fúsa og tekur smá leikþátt hérna. En áfram við smurið Fúsi eins og klikkar valla á uppgjöf. Hvað gerir hann hérna? Já, enda þessi öryggi bolta frá honum. Svo kemur Antonio og Háetin stendur sig en boltin er fram í leik hérna. Þetta er erfið bolti og Matteo tekur því vel á móti honum og svo tilbaka aftur á Matteo og hann skorar. Erfið bolti hérna út á
út á hann Juan Manuel og fyrir vikið tókst Káliðin að snúa vörn í sókn og Matteo skorar 7 stig kominn 18-12. Það gefur Fúsi of langur hjá honum, það kom að því að hann klikkaði uppgjöf. Ég er búinn að tala hann aðeins svo mikið upp kannski. Og hann kemur þá út og Birkir Freyr Líberó kemur aftur inn. 5 stiga munur, gestirnir eru ennþá inn í þessu en þurfa að ná góðum kafla núna sem allra fyrst. Fín móttaka Gunnar Pálma og boltinn á Lexa sem hann skorar. Já. Það gerði hann virkilega vel. Sá að finna sig á kantinum, 6 stig. Það er með allavega 2 blokkstig ef ég man rétt. Þá kemur 2 skiptingar hjá Káaliðinu. Gísli Marteinn kemur inn, auk Draupnis Jarls. Draupnir fær þá að spila uppspilarann. Draupnir verður að koma skemmtilega inn í liðið. Hvergi Banginn við að koma inn og stýra spilinu. Hérna vantaði einhver talandi á Káaliðinu og þetta var þægilegast fyrir Antonio Fernandes. Hann er komið 3 stig, 14-19. Já, ég veit ekki alveg hvað. Það voru allavega 3 leikmenn sem hefðu getað farað á hana bolta, en það endaði á að Ingi tók hann. Og Karol Duda, í uppgjöf fyrir gestina, kemur Draupnir á Gísla Marteinn og hann setur hann að háhorninni. Já, það var touch og vel gert hjá Antonio. Hann viðurkennir það að sterkt boltan hann. Gísli Marteinn strax konar blað. 20-14. Strákarnir að ná góðu taki á þessu. Lexi, fínn bolti en góð móttaka hjá Juan Manuel og svo kemur langur bolti þarna frá honum Antonio og fer að hárninni. Greinilega borgar sig að viðurkenna touchi á hann því að hann benti dómarinn á að vera touch og fekk það. Æja. Birkir, fín móttaka mynda Draupnir og Draupnir á Hermann og Hermann þrupar þessi gólfið hratt uppspilað á Hermann Víring. Komið 4 stig, Draupnir að koma vel inn í þetta. 15-21, ungur og efnilegur strákur. Eins og það er meira en að segja að koma inn í stöðu uppspillara þegar þú ert að ennþá að koma þér upp reynslu. Hvílir svo hakkalega ábyrgð á þér í þessari stöðu. En Draupnir að leysa þetta mjög vel. Jæja, Káaliðið heldur áfram að skipta hægri vinstri. Nú er það Benedikt skifur inn fyrir Fúsa. Og gult spjald á Benedikt. Það fyrir hvað að taka ólangan tími í þetta. Já, sjáum það hérna. Skjálfest. Hermann. Fínt bolti frá honum og nú kemur boltinn út á kantinn en Lexi nær að taka mót þessu. Hvar endar þetta? Þægileg bolti verið Draupnir til að setja hann yfir og setur Hafsteinn á hann Sigurð á miðjunni og hann skorar á endanum. Sáðan er í vandræðum með vörninn hana og Sigurður komið 4 stig. Það er ekki bara Káalið sem getur spilað hratt upp á miðjuna. Gestirnir kunna þetta líka. Vel gert hjá Hafsteini og Sigurði. 5 stiga munur. Káaliðið þokast nær í að klára þessa aðra hreinu og komst í 2-0. Draupnir á Benedikt og hann þrumar sig gólfið. Já. Draupnir, eins og ég segi, er að standa sig frábælega hérna. Og Benedikt með hnitmiða smas út við hliðalínu. 16-22. Það er margt jákvætt í þessu núna hjá Káaliðinu. Segja unnu frábæran sigur á HK hér í síðustu umferð hér á miðvikudaginn. Og halda núna áfram sem frá var horfið.
Og þessi bolti af netinu og út, fór ekki í hárnina og Káa komið 7 stigum yfir, 2 stigum frá því að klára þessa hreinu. Já, heppnin ekki alveg með gestunum þarna. Gísli Marteinn fyrir Káa. Jæja, góð móttaka og svo kemur fastur bolti þarna frá Juan Manuel Escalona Rojas. Kom með 9 stig. En þetta orðin erfið staða fyrir vestramenn. Reynda búin að spila flottan sóknarleik, búin að skora 22 stig eftir smöss gegn 18 frá Káa-liðinu. En það bara því miður fyrir þá. Þeir eru búin að gera fleiri mistök. Auk þess sem að Káa-liðið búið að vera með fína blokk núna eftir á hrökk í gangi til lok fyrstu hreinu. Þetta svolítið áhugavert að sjá hérna Káa-liðið með 25 stig eftir mistök á gestunum. Eftir aðeins 6. Þarna eiginlega hundurinn grafinn. Svo skorar Benedikt Rúnar sitt 4. stig. Káa komið 17-24 yfir. En já, þetta rosaleg munur. Hvað var það mistök í leiknum til þessa? 25-6 í mistökum. Það er allt og dýrt. Og Káa-liðið að njóta góðs af því. Jæja, bítboltið þarna af hárninni. Og Juan Manuel heldur þessu ennþá fyrir gestina. Þeir eru ennþá á lífi. 6 stigamunur. Hann er komið 10 stig. Stigastur á vellinum. Það hafa verið að leita á honum, en það hann búinn að vera ansi öruggur í sínum aðgerðum. Kemur svo Hafsteinn með hennar bolta beint á Birki sem tekur vel á móti. Draupnir velur Lexa er að lauma og frábær björgun hjá Hafsteinn ennþá í gangi og svo af hárninni af Benna og út. Þetta var gott stig hjá Alvaro Cuneto González. Kom með 8 stig og gestirnir eru enn á lífi. Káa samt aðeins 1 stig frá því að klára aðra hreinu. Við ætlum að sé ótrúlega sveiflur í blækinu, en þetta ekki alveg búið. Þó að staðan sé vissulega mjög góð. Draupnir upp á Lexa og Lexi. En Karol tekur vel við þarna og svo kemur fastur bolti af netinu. En svo dæmt tvíslag á Draupni. Það er fyrsta tvíslagið sem dæmt á Káa-liðið. Svo var nokkur hjá gestunum. Þetta getur alltaf gerst. 24-20, 3 stig á gestunum og Káa-liðið tekur leikli. Já, það þarf að klára dæmið, ekki gefa gestunum möguleika á að koma tilbaka. Auk þess sem að reynir stundum erfitt að halda haus og ná áfram góðri uppgjöf eftir að leikurinn er stopp. Það er spurning hvernig Hafsteinn að halda miðinu réttu. Það var ekki flókið leikli á Káa-liðinu. Þeir eru eiginlega bara rétt svo fengur sér vatn og komur sér svo aftur fyrir á vellinum. En já, 3 stig eru hjá gestunum og þeir eru allavega að berjast til lífi sínu hérna. Það verður erfitt fyrir að Káa kemst í 2-0. Jæja, Birkir beint á Draupnir á Benedikt og hann er blokkaður. Frábær blokk hérna hjá Antonio Fernández Ortiz. Og þetta er annað blokkstig gestanna. Fyrsta stig leiksins var blokkstig þeirra og hér kemur það annað alveg undir lok annar hreinu. Lexina er að taka á móti þessu og Gísli Marteinn þurfti að teygja sig aftur hérna bolta. Hvar endar þetta? Frábært blokkstig hjá Lex og hann klárar þetta. Já, Alexander Arnar Þórisson klárar aðra hreinu fyrir Káa 25-21 og Káa komið í 2-0. Já, Vestri að standa sig fínt en Káa-liðið bara leyfir mér að fullyrða bara sterkari. Já, sjáum hérna nýja stuðningsmannasveit Káa. Njóta lífsins hérna.
Já, sjáum hérna 25-21 sigur Káa. Hins vegar í annar rinnu 12 smasti gegn 11 og kannski það sem mestu skiptir það eru að gestirnir gera 10 mistök sem gefa Káa liðið stig gegn 5 og í heildina eru gestirnir búin að gefa Káa 25 stig eftir mistök gegn aðeins 7 og það er svolítið hundurinn grafinn. Við skulum kíkja á stigaskorið hjá Káa liðinu. Miguel Mateo Castrillo með 7 stig, Lexi 7 einnig, Hermann Bíring 4 ásamt Benedikt Rúnari, Andrei Collins 3 og Gísli Martin er með 1 stig. Sjáum gestina. Þar er Johan Manuel Escalona með 10 stig, Alvaro Cuneto með 8, Antonio 5, Sigur Bjarni 4 og Hafsteinn Már 3 og að lokum er Karol Duda með 1 stig. Kíkjum svo á stigaskorið í þessari annar rinnu. Já, sjáum að gestinni byrjuðu örlítið betur, síðan náðu Káa liðið fljótlega að jafna þetta og hægt á vitandi náðu þeir að stinga af. Þráttur í ágætislokasprettu á gestunum þá var það ekki nóg og Káa vinnur 25-21 sigur og geta núna klárað dæmið í þriðju rinnu sem væri þetta óskandi. Sækja 3 mikilvægt stig í toppbaráttunni auk þess sem að ég held að starfsmenn Káa-liðsins væru ánægðir með það. Það er svolítið mikilvægt að reyna að hafa góðan tíma á milli leikja. Ég segi handboltaleikur klukkan 4 hérna og þarf auðvitað að huga vel að öllum sóttvörnum, hreinsa salinn vel og breyta svo einmitt áreitastúkunni. Áreitur sitja undir myndalinni okkur í handboltanum, ekki að mótinni eins og hér í blækinu. Það er að mörgu að hyggja. En já, við erum að fara að vera klári í aðra hrinu. Æja, þá voru trommurnar mættar á svæðið þegar mest liggur á. Það er þriðja hrinan til að klára þetta. Paula del Olmo Gómez, ekki bara lykilleikmaður í kvennaliði Káa, heldur líka lykilleikmaður í því að halda stemningunni góðri. Yngri flokkar Káa í blaki, nýbúnir að stofna nýja stuðningsmannagrúpu í blakinu. Það er frábært skref. Lykilatriði að hafa góða stemningu í húsinu. En hérna er þriðja hrina hefjast. Það er Antonio Fernandes sem hefur hana fyrir gestina. Lexi með fína móttöku og svo kemur Benedikt Rúnar Valtýsson með fyrsta stigið og Káa kemst í 1-0 fyrsta skipti núna í kvöld sem að Káa skorar fyrsta stigið. Já, allt önnur stemning í húsinu núna eftir að trommurnar mættar. Ég missa móttökuna þetta yfir og Lexi er fljótur að refsa. Þetta klaufalegt. Káa kom í 2-0. Já, greinilega strákarnir eru klárir í að reyna að klára dæmið í 3 hrinum. Það kemur svo lauma þarna og þarna sárvantaði einhvern að mæta undir háriðina en þetta var vel gert hjá Juan Manuel. Komið með 11 stig, hann er búinn að vera manna öflugastur hjá Vestra og er stigastur á vellinum. Sigurður Bjarni fer þá í uppgjöfina, skoraði 2 ása í annar hrinu, hann er að endaka leikinn hér. Nei, Birkir tekur vel á móti, svo kemur Lexi og þrumar þessu í gólfið. Já, komið með 9 stig núna, 3-1. Og þá er Gunnar Pálmi kominn í framlínuna sem kantur og Lexi fer þá í afturlínuna. Lexi er náttúrulega vanur að spila, bara ekkert í afturlínu, það sem miðja. Þannig að hann er að njóta þess í kvöld að fá að spila meira.
Þessi svo út frá Juan Manuel og þetta að byrja illa fyrir vestramenn, 4-1 fyrir KA. Þeir alltaf með baki upp í vegg, eins og ég segi, ég fullt alltaf í þriðju hrinnu. En KA-lið staðráð í því að klára þetta í 3-0. Fín móttaka hérna, svo kemur boltinn á kantinn og hann klárar þetta núna, hann Juan Manuel. Næra bætið fyrir mistökin áðan, 4-2. Þeir eru ennþá inn í þessi 12 stig hjá Juan Manuel. Birkir með móttökuna, gerir vel hjá hann Filip næra stýrunum á Gunnar Pálma en hann blokkaður. Eða, nei, segjum þetta að það fer í netið, hann hefði ekki farið af hárninni. Þannig að, já, gestin komið 2 stig í röð, minnkið í 1 stig. Mikið fyrir að missa KA-leiki Ólan frá sér. Þeir verða að taka sér hreinu ef þetta á að halda áfram hérna. Birkir Freyr á Filip tilbaka á Matteo, neglir þessu af Karol og út. Sáu þið uppspilið hjá Filip. Hótaði að setja hann yfir á kantinn, þar sem að Gunnar Pálmi var og háirninn fór þangað. En þá ryktaði hann boltanum aftur fyrir sig á Matteo sem bomba hann í gólfið. Og Matteo skoraði. Kemur enn og aftur bolti frá Juan Manuel. Og KA komið 6-3. Kemur Juan Manuel enn og aftur og laumar og þarna sárvantar menn komið undir. Filip bendir á Gunnar Pálma en hansi löng leið til fyrir hann að fara af kantinum og undir hávörðina. Og þessi bolti svo út og gestirnir aftur stíga eftir. KA-liðið að gera smá mistök núna. Þau hafa verið ansi fá í kvöld. En áfram einstigsmunur. Og þetta klaufalegt hjá honum Juan Manuel. Stígur á línuna þegar hann fer í uppgjöfuna. Og KA fær því ódýr stig. Kemur Matteo. Fastur bolti, Karol vissir hann hins vegar yfir í móttökunni og Hermann aðeins og lengi átt að segja á að vera að fá boltan frá Filip. Og fyrir vikið þá neglir hann í netið. Það hefur kannski átt að setja hann bara öruggan yfir til þess að tryggja að hann var átt með leik. En skil svo sem alveg grettun að ætla sér að smassa hann. Þetta var allavega erfið staða því að tímasetningin var ekki alveg rétt. Kemur boltinn núna á hann en frábær hávörð. KA-liðið heldur hins vegar áfram leik og Hermann áfram. Mæðir mikið á hann núna, svo kemur fara enda þetta. Þetta er net á KA-liðið, 7-7. Já. Ekki gott fyrir strákana að þeir eru fættir að gera fleiri mistök núna. Gunnar Pálmi beint á Filip og enn að blokka Hermann núna. Frábær hávörð þarna fyrir miðjunni. Og Vestri komið 3 stig í röð, komnir yfir 8-7. Sigurður Bjarni kom með 5 stig og 3. blokkstig gestanna og þá tekur Andri Collins þjálfari KA leikhlé. Já, spurning hverju þetta leikhlé skilar.
Gestirnir hafa svona verið að laga aðeins til sinnleik en á sama tíma er KA-lið að gera sig sigga fleiri mistök og þetta er svona þess að snúast. Fyrir vikið eru Vestri núna komnir yfir en 1 stig er svo sem fljótt að fara í blækinu og já, það fer bara akkurat þarna. Mistök hjá Karol Duda og staðan aftur jöfn núna 8-8 og Gunnar Pálmi í uppgjöfinni. En móttakan er góð og svo kemur hörkusmass þarna frá honum Antonio en þeir ná að halda sér líf eftir í hávörðina en nú er lag fyrir KA. Hvað velur Filip? Filip setur hann á Lexa. Lexa þrumar honum út. Nei, hann dæmdur inni. Ég fannst það vera úti en greinilega rangt hjá mér. Þessi var alltaf mjög tæpur en Lexi með 10. stigið sitt. Gunnar Pálmi setur hann út þannig hins vegar. Þetta jafnast strax út 9-9. 5. uppgjöf sem klikkar á KA. 9 hjá gestunum. Hafsteinn Már fyrir Vestra. Kipall frá honum. Birkir, aðja. Filip bara sækir hann og svo boltinn af netinu. Það er 4 stig á KA. Aðja, skiptir ekki máli hvort að setja 4 slag eða mók eða hvað það er. Og Vestri aftur yfir 10-9, 2 stig á þeim. Aðja, þetta er vel gert að Birki og kemur Matteo. Frábær móttaka þarna hjá honum Karol. Hann er að lauma, Matteo servið á þessu og boltinn svo á Lexa sem hann er að lauma og laumar út. Og Vestri leiðir með 2 stigum hérna, 9-11. Kemur Lexi aftur og nú, nei, frábær viðbröð þarna hjá Antonio. Tekur hann í hávörðinni og hann er svo aftur að bregðast við. Kemur Matteo, frábær vörn hjá Vestravönnum. KA-lið er að þjarma að þeim og þessi svo út frá Lexa. Og Vestri er komið 3 stigum yfir, 4 stig á þeim. Strákarnir reyndu allt hvað þeir gátu til þess að skora þarna. En frábær varnarleikur hjá Vestravönnum. Og hlutin er aðeins að falla með núna. Þeir eru reyndar svo svona heldur betur að vinna fyrir því. Kemur Matteo, bombar þessu og skorar, já. 9 stig á Matteo. Ef maður hefur einhver áhyggjur þá er Filip oft fljótur að finna Matteo og Matteo skilar sig vilt í gólfið. 10-12 núna. Hermann fyrir KA. Og svo hratt við spilin sjáið. Hermann gerði vel í móttökunni í vörninni og boltinn svo dettur af netinu og dæmt tvíslag eða mók fyrir ekki. Og 11-12. Já, þarna höfum við hættan með okkur. Boltinn var ekkert allt of örgur að það var að fara yfir. Datt hárrétt á netið, skoppaði það yfir. Datt mók á gestina. Ekki taka undir boltan og hérna skorar svo Antonio, setur boltan á hávörðinu út. Antonio Fernández Ortiz komið 6 stig. Kvennalið KA spila svo á móti Álftanesi á morgun fyrir sunnan. Þannig að það er að gera fylgjast vel með því. Leikurinn verður svo sér í beinni á streymisíðu BLI. En hérna er Juan Manuel að blokka Matteo og komið 14 stig. 4. blokkstig gestana til þessa gegn 5 hjá KA. Og gestirnir eru svona
að býta all hressilega frá sér núna, 14-11 yfir. Það farið að síga á seinni hluta þessari þriðju hrinnu. Nú fer stig að vera mikilvægt. Lexi ekki alveg nægilega góður í stöðu þarna. En nú hlýtur KA að ná góðursmassi. Kemur Lexi, neglir þessu, já. Fengur þægilega bolta yfir og þá gátum við gjörsamlega valið hvernig við ætlum að gera þetta. Nú fekk Lexi fullkomið bolta, skilja hann í gólfið, 11 stig á honum. Og smá miskilningur hérna á þeim, en sleppa með þetta og heldur betur því að Juan Manuel haldur hann engi bönd, skorar sitt 15. stig, setur hann á hárunni á gólfið og áfram 3 stiga munur. Þeir eru 10 stigum frá því að klára þriðju hrinnu og knýja þá fram fjórðu hrinnu. Gunnar Pálmi tekur við og boltins upp á Matteo sem að þraumar honum og skorar, já. Hann þarf ofta ekkert mikið til þess að aðtæfa sig. Hann, Matteo, kom með 10 stig núna. Hann nær KA-liðið að brúa bilið núna. Nei, Lexi með langa bolta út, veit þessu sökina. Og þá fær Lexi smákvíld og Sölvi Páll kemur inn á hans stað. Sölvi að koma inn á fyrsta skipti hér í kvöld. Þetta flotta innkomu hérna gegn Fylkismönnum á dögunum. Kemur Matteo og skorar, já. Hnit með að vanda hjá honum, 11 stig hjá honum og minnkar þetta aftur í 2 stig. En ef þetta heldur svona áfram að liðin skiptir bara á að skora, þá er það auðvitað gesturum í hag. Þannig að það er alveg fínt að KA-liðið myndi ná sínum fyrsta ás í kvöld hér. Nei, klikkar ekkert í móttökunni og svo kemur Alvaro og setur hann í. Þeir út, hann dæmdur út þessi bolti, hann var mjög tæpur. Hann er jákvæð að bíða með að segja eitthvað. Dæmdur út þarna frá Juan Manuel. KA stíu undir núna. Æja, þessi var út. Kemur svo boltinn á Juan Manuel. Hann er blokkaður en boltinn áfram í leik. Aftur kemur hann og þetta er vel gert hjá Hermanni. Nei, dæmt net á Hermann. Hann vill ekki samþykkja það en það er allavega sem er dæmt. Gestirnir eru því áfram í fórustunni í staðan fyrir KA hérna. Þá er staðan 15-17. Net þarna á Hermann þegar hann skellti boltanum í gólfið. Og Juan Manuel þá fyrir gestina. Gerir allt rétt þarna, Sölvi með flotta móttöku. Filip tilbaka á Matteo og hann skilur oss í gólfið. Ef við erum í vandræðum þá finnum við bara Matteo. 12 stig á honum. 16-17. Væri rosalega sterkt að ná að jafna sem allra fyrst. Fastur bolti frá Matteo, hann er rétt út hjá honum. Voru kaldir Vestarmenn hann að láta hann fara, en rétt hjá þeim endanum. Þeir hanga á 1-2 stigum hérna. Karol Duda með uppgjöfina. Sölvi nær að stýra þessu á Filip og svo kemur slakaboltur á Matteo. Og staðan núna 19-16 Vestara. Eru þeir að fara að taka þriðju hrinnu og knýja þá fram þá fjórðu. 16-19. Birkir, þetta var vel gert hjá hann, beint á Filip og Gunnar Pálmi svo þrumar á kantinum og það var enginn að fara að taka þessum bolta. Gunnar Pálmi kominn á blað. Þetta getur hann svo sannarlega þó að hann sé búinn að vera varnar sérfræðingur í síðustu leikjum. Og
Bolti frá honum, ætlir ná valda honum og svo kemur fín hátt á K-liðinu, boltin áfram hjá gestunum. Hvað endar þetta? Frábær móttaka þarna hjá Matteo, kom boltan yfir en þeir eru að þjarma að okkur sem kemur hörkubolti hérna, Birkir missar hann yfir, aftur náðu þeir sókninni og Hávarður góða K-liðinu þessir í kjólfinu, já. Frábær varnarleikur hjá strákunum og Hermann Bíring tekur blokkstigið, það 7. hjá K-liðinu. Vá, þessi varnarleikur gjörsamlega upp á 10. K náði nær aldrei að stilla upp einhverja sóknanna. Mistu boltan stundum yfir og svona og endanum er það blokkinn sem að stendur sig. Birkir Freyr fín. Móttakarni í afturlínunni, svo kemur fastur bolti og hann er enn á lífi en nú er lag fyrir okkur. Fílip, hvað vinnur hann? Hann velur hratt uppspil á Hermann, hann er blokkaður og Fílip skora svo í 19. stigi, setur hann af Hávarðinu út og Fílip Pavel Ševčík verið yfirleitt að finna aðra í stigaskorun, skora sitt fyrsta stig í kvöld og jafnar í 19-93 stigir á KA og þá taka gestinni leikli. Það var nú gríðarlega svekkjandi fyrir að þau myndu mista frá sér núna en við erum nú ansi oft í gegnum tíðin að sé KA-lið stíga upp þegar mest á reynir. Síðustu stig, sjáum hérna 3 stig röð Gunnar Pálmi af kantinum, Hermann Bírings og Fílip Pavel loks svo af Hávarðinu út, 19-19 og KA núna 6 stigum frá því að klára þriðju hrinnu eftir að vera búið að elta núna lungan af þriðju hrinnu. Gunnar Pálmi því áfram í uppgjöfinni. Fínn bolti frá honum, Karol tekur vel við og hvað endar þetta afturlínu smass og hann skora bara. Juan Manuel, veit ekki alveg hvað Andrei, þjálfari KA, er að setja út af þarna. Allavega stíð gestana. Juan Manuel úr afturlínunni, gerir þetta mjög vel. Birkir móttaka, Fíli tilbaka á Matteo og setur hann af Alvaro í gólfið. 13 stig á Matteo. Jafnar í 20-20. Stefnir í æsi spennandi baráttu hérna á lokasprettinum og þá var það Hermann sem þarf að skipta fyrir Fúsa. Benedikt var að hanga á vellinum, enda í framlínunni. Það hefur verið hans hlutskipti til þessa að þurfa að skipta fyrir Fúsa. Fúsi klikkaði á síðustu uppgjöf, vonandi hann gerir það ekki aftur. Fínn bolti en Karol gerir vel í móttökunni og svo kemur fastur bolti og Fúsi reynir að kasta sig á þetta en gengur ekki. Og Antonio Fernández Ortiz skorar sitt 7. stig og vestramenn ná áfram að hafa frumkvæði hérna 21-20, 4 stigum frá því að klára þetta. Silvang bolti hins vegar of langur frá Antonio og hann jafnar það með mitt fyrir KA-liði 21-21. Fílip Pavel Ševčík tekur boltan utalega hérna þeir ná að stýra þessu og þetta er lauma frá Juan Manuel Escalona. Hann er að eiga frábæran leik hérna, komið 17 stig. 21-22. Gleymum því ekki að það þarf að vinna með 2 stigum. Vestarnir þurfa að slíta sig aftur aðeins frá okkur. Við verðum eftir að klára þetta. Fílip á Matteo á hárninni og skorar. Já. Flest allt sem að snerti núna endar í stigi fyrir KA. 22-22. Sölvi núna í uppgjöfinni. Byttu við.
Hóru klári í þetta, Sölvi. Boltinn fer af netinu, þeir ná að vera þessu og svo tvíslag á gestina og Hafsteinn Már veit svo sem upp á sér sökina. Þetta getur alltaf gerst, en þetta á rosalega dýrum tímapunkti, 23-22 fyrir Káa. Káa skyndilega komið yfir. Vestra búinn að leiða nær alla þessa þriðju hinu. Kemur Sölvi. Fínn bolti frá honum, hann rétt út, vel gert hjá Juan Manuel að láta hann fara. Aftur erum við jafnir í stöðu, 23-23. Skildi þó aldrei verða að myndi fara í upphækkun hérna. Alvaro Cunedó, hennar bolta. Birkir gerir mjög vel og Matti á reynir að lauma. Ja, kemur svo Juan Manuel og mann setur hann út. Og Káa-liðið fær dýrmætt stig, núna einu stigi fyrir að klára þetta. Já, hérna hér. Já, þá erum við klárið til smá reikistefnu. Að halda að leika áfram hérna, Benediktur Rúnar Valtýsson. Káa ekki enn komið með ás, nær hann að breyta því hérna. Nei, Karol tekur við og svo kemur hörkuboltið hérna frá Juan Manuel. Hann jafnar 24-24 og við erum að fara í upphækkun. 18 stig hjá Juan Manuel. Gestirnir gefa ekkert eftir og það hefði verið ansi svekkjandi fyrir þá að missa þetta frá sér. Þeir eru enn inn í þessu. En missa hins vegar Juan Manuel í afturlínuna. Búið að njóta heldur betur góðs að því að hafa hann á kantinum í framlínunni. Ekki bolti frá honum. Fastur og Sölvi missir hann yfir. Og kemur Hafsteinn, bombar þessu og Sölvi. Jæja, Sölvi ná að bjarga þessu með herkjum og svo kemur lauma. Birkir nær ekki að stýra þessu og gott stig þarna hjá Hafsteini Má. Komið 4 stig núna. Og Vestri núna með Pálmann í höndunum. Vantar 1 stig til að knýja fram fjórðu hreinu hérna. Fastu bolti af netinu, vel geta Gunnar fram að ná að taka móti þessu. Kemur Matti og bombar þessu af hárninni og þeir vinna þriðju hreinu. Antonio Fernández Ortiz með blokkstig, blokkar Matteo og gestirnir með 3 stig í röð, snúa erfiðri stöðu sér í vil og vinna 24-26 sigur og við erum að fara í fjórðu hreinu. Já, þetta ekki búið. Já, hérna sjáum við 24-26 sigur Vestra. Þeir eins og leiddu nær allan tíman, hann er kannski bara sangið að þeir skilju taka þessa hreinu á endanum. Þó Káa-liðið hafi verið hansi nálægt í að stela þessu. 13 smastig á Káa gegn 7, þannig að sóknarleikurinn hjá Káa flottur, en hins vegar stóri munurinn að Káa-liðið fara að gera fleiri mistök og einmitt skoruðu helminginn af stigum gestanna með mistökum sínum. Káa mest 3 stigum yfir í stöðun 6-3, gestirnir mest 3 stigum yfir í stöðun 16-19. Sjáum hérna að gestir með 3 blokkstig. Hér sjáum við svo Káa-lið, Matteo stigast með 14 stig, Lexi 11, Hermann og Benedikt báðið með 5 stig, Andrei Collins með 3 og svo voru þeir Filip Pavel, Gunnar Pálmi og Gísli Matti allir með 1 stig. Og sjáum svo gestina. Það kemur hér Juan Manuel, búinn að eiga ótrúlegan leik með 18 stig. Þeir eru búinn að leita grimmt á honum, eðlilega, því hann er búinn að vera funheitur. Alvaro Cunedó með 8, rétt eins og Antonio Fernández. Sigurður Bjarni með 5 stig, Hafsteinn Már 4 og Karol Duda með 1 stig. Kíkjum örstutt á hvernig það sjáum við þessa mögnuðu þriðju hreinu.
jafnt og spennandi. En að lokum voru það leikmenn Vestara sem að reyndu sterkari, breytti stöðinu úr 24-23 í 24-26 og við erum því að fara í 4. hrinu. Já, við minnum enn og aftur á að klukkan 4 sýnum við leik K.A. Þórs og FH í Ólafsdeild kvenna í handboltanum og klukkan 5 sýnum við leik K.A. og HK í Lengjubikar karla í fótbolta. Leikurinn í Boganum. En já, okkur ekkert að vanbúna hérna fara í 4. hrinu. Áfram eru gestirnir þó í erfiðri stöðu þurfa að vinna þessa hrinu til þess að knýja fram 8. hrinu og var það öruggir með stig. Ef að K.A. vinnur þessa hrinu þá fer K.A. samt með öll stigin þáttur að tapa þessari 3. hrinu. Þannig að þetta er svo sem engin heimsendir þó að vissulega hefði verið gott að klára þetta í 3 hrinum. Ja, gerum við smá breytingar, fáum Andrei Collins, þjálfari K.A. aftur inn. Já, alltaf verða klárt hérna fyrir 4. hrinu. Hvernig svarar strákarnir þessu að tapa þessari 3. hrinu? Andrei Collins með boltan hérna. Hann er fínn, Karol Líberó tekur vel við og rættur spila miðjuna en geigar allt svakalega sigurði. Var eiginlega í dauðafæri þarna á að setja boltan beint inn í gólf en setja hann út og K.A. aftur núna yfir í 1-0. Þetta var vel gert hjá Hafsteini, rættu spila á miðjuna en Sigurður hittir boltan illa, setja hann út og Andrei fyrir K.A. Jæja, boltinn út af kantinn og hörku smas þarna frá Juan Manuel sem setur hann í hávörðina og svo í spíruna góðu og hann kom með 19 stig, það stoppar hann ekki neitt. Bæði lið núna með 32 stig eftir smöss. Sjáum það hérna, sóttan ykkur bekkja liða öflugur. Gunnar Pálmi tekið vel við þessu, hrættu spil á Benedikt sem að skorar, þessi var inni. Sá að afturlínan hjá gestinum var ansi framalega og hann setur hann bara ansi langan. Og skorar þessi 7. stig hér í dag. Benedikt standa vel fyrir sínu, fyrir svo í uppgjöfuna. En já. Fáir ásar í dag, K.A. ekki enn komið með ás, 2 hjá gestunum, voru báðir hjá honum Sigurði Bjarna. Reynir að lauma hérna en hérna er Gunnar Pálmi mættur undir og Matti að bomba þessu svo af hávörninni og niður í golf og Juan Manuel fær stigið. Hann er komið 20 stig, hvorki meira en minna og þetta er 7. blokkstig gestanna. Og Hafsteinn núna í uppgjöfinni 2-2. Birkir á Fílip hratt á Lexa sem er komin á miðjuna núna og Matti tekur við, missir móttökuna eins og er yfir og hvað endar þetta? Eitt tvíslag, enn eitt tvíslagið á Hafsteinn og hérna var Juan Manuel að fara að munda hægri hendina en fekk ekki tækifæri til þess.
Þegar þú ert að taka þessi fingerslag í uppspilinu þá verður það að vera tandurhreint og verður að vefjast aðeins fyrir Honum Hafsteini hér í dag. Og svo endar þetta hérna í erfiðri móttöku á gestunum og Káa kemst í 4-2. Já, þessi nú eru komið með Lexa í miðjuna, svona hans venjulegu stöðu. Andrei Collins komin aftur inn. Strákunum alvara að gera engin mistök hérna í þessari fjórðu hreinu og sækja hann með öll stigin. Kemur Matteo fastu bolti frá honum, frábær móttaka þarna hjá Juan Manuel og hann kemur svo sjálfur, bombar á hárinu út. Þetta gerir hann frábærlega, mæðir ansi mikið á honum. Hann er komið 21 stig. Minnkar þetta í 4-3. Boltið þarna, Guðjón Pálmi með góð móttöku beint á Filip, Filip á Lexa og Lexi skorar, já. Þetta, eins og ég hef svo oft sagt í þessum blaglýsingum, tengingin milli Filip og Lexa er svo mögnuð. Þetta sem hafa að spila saman í ansi mörg ár núna. Það klikkar bara eða ekki þetta hraða uppspil á miðjuna til Lexa. Góði félagar. Svo sjáu þið Birki gerði virkilega vel í staðsetningu hérna og svo kemur lauma frá Andrei Collins en þeir ná að verðast þessu og reyna að lauma á móti en hérna er Lexi með allt á hreinu, bombar svo sjálfur og skorar. Já, 6-3 fyrir Káa, Lexi komið 13 stig. Brosir út í kampinn. Já, þetta lítur betur út núna. Guðjón Pálmi smá vandræði með þetta en endanum fá stigið. Antonio Fernandes af hárinu út. Klókur hérna, mjög klókur. Var ansi uttalega, hárinu lokaði vel á hann. Hann bara bombaði hann bara í hárinu út. Já, aftur boltinn á Lexa, svo er það bara Filip sem að lúrir hérna, sér að vörnin hjá gestunum misti boltan yfir nettið og Filip hikar ekki hérna, bombar sér gólfið, annars stig á honum. Þetta er mikilvægt að uppspilarinn geti líka refsað og Káa aftur þreymstum yfir, Lexi núna komið aftur línuna, setur hann í nettið og skiptir svo fyrir Birki Frey Líberó. Þannig að nú fær Lexi að hvíla sig eins og hann er vanur í staðan fyrir að vera í afturlínunni. Eins og gerði fyrir hlutalegs sem hann var að spila sem kantur. Svo klikkar uppgjur hérna frá honum Alvaro. Mistök að báða bóa núna. Já, sjáum að það eru 11 uppgjafir sem hafa klikkað hjá gestunum móti 9 á Káa. Kemur boltinn út á Antonio Fernandes komið 10 stig núna. Sá er standa sig. Þurfum aftur að fá kraft í hárina. Komur svolítið síðan við fengum blokkstig. Var lengi í gang. Kom svo öflugur kapli sem náði 6 blokkstigum en við erum áfram að bíða eftir fleiri blokkum hjá okkur. Kemur Antonio Fernandes en Birki Freyr með fína móttöku og svo kemur Andrei Collins með hörkurspass en verðist þessu vel og svo enn og aftur. Þeir eru að gera sig seka klaufaleg mistök, hérna þetta mók á gestina. Og Káa því áfram þreymstum yfir. Sem gefa vestramönnum það að þeir eru lítið að kvarta, þeir bara sætta sig í dómgæsluna og það er gaman. Og þessi bolti svo út frá Juan Manuel. Er hann eitthvað aðeins að ná að, aðeins að missa miðið núna. Hann mæðir rosalega á honum, komið með 21 stig. Nei, það takaði leiklega gestirnir, 4 stigum undir.
vilja ekki missa Kávalið ólangt frá sér. Það er ekkert mörg lið sem að koma tilbaka og snúa á Kávalið þegar Káva er búið að ná þær í fórustu. En þetta er núna svipuð saga í fyrstu og annar hreinu. Jafnt til að byrja með og svo kemur hreina mistaka hjá gestunum sem að kemur Kávaliðin í 4-5 stiga forskot. Einu minnur bara að þetta kemur aðeins fyrr heldur en við erum vöna að sjá þetta núna. Við erum í svona 15-10, ekki 10-6. Þannig að spurning hvort að gestunni ná að komast aftur inn í þetta. Þetta er svo bara 4 stig. Andrei Collins. Fýtt bolti frá honum og góð móttaka hjá Karol. Og hörku bolti frá Juan Manuel. Hvað var ég að segja að hann gæti hugsað að vera að missa miðið hjá sér. Nei, hann bara þrumar sér háruna út. 37. smasti gestana. Mundurinn 3 stig hérna í 4. hreinu. Káa 2-1 yfir. Þarf að klára þessar hreinu. Þeir hafa engan veginn efnaði að missa fleiri stig. Þeir ætla að reyna að hanga eitthvað í Hamarsmönnum. Og dæmt svo mók á Filip eða tvíslag. Það er svo sem sama hvort það hefur verið tvíslag eða mók. Og gestinni er núna 2 stig í röð, minkið í 2. Sigurður Bjarni. Þennan bolta, bytta Birki, finnur Filip og Gunnar Pálmi. Smá vandræðan þarna, nær ekki að koma boltan yfir. Og 1 stigs munur. Þeir gefa ekkert eftir gestirnir hérna. Ja, kemur Sigurður. Gunnar Pálmi flott móttöku, fær svo boltan sjálfur og bombar þessu, en vel varist hjá Antonio Fernandes og fastu boltinn. Birkir mjög vel staðsettur hérna, boltinn svo á Matteo sem setur hann af hárninni, en Kávalið fær boltan aftur og Matteo reyna að lauma og þeir verðist þessu vel, en setja hann svo í netið. Þetta er svekkið eftir góðan vörn hérna. Það setur Hafsteinn Már boltan í netið og Káa næra að hanga á fórustunni. 11-9 núna. Ja. Karol tekur við þessu og svo kemur boltinn enn aftur á Juan Manuel, en nú er hann blokkaður, en áfram boltinn í leik og þetta gerir Hafsteinn mjög vel. Setur hann alveg út í horn og Hafsteinn kom með 5 stig núna. Já, brugðust vel við því að Juan Manuel var blokkaður og í kjölfarið skoraði Hafsteinn þetta góða stig. 11-10. Hvergi nærri búið hérna þessi barátta í 4. hreinu. Birkir beint á Filip sem tilbaka á Matteo og þarna vantaði hjálp í hávörnina og Matteo skorar af öryggi. 15 stig á honum. Þurfum að nýta okkur Matteo áfram. Nú er hann komin í uppgjöfina. Fastu bolti frá honum og þetta endar í tvíslagi hjá honum Hafsteini. Já, dæmt tvíslag, þannig að þetta var ekki fyrsti ásinn hjá Kávalíðinu. Við erum ennþá ásalausir. Fram með þetta, Matteo hikar ekki þó að það er smá stopp hérna og svo kemur fastur bolti hérna frá honum Alvaro af hávörninni og út. Alvaro komið 9 stig. Það er öflugur. 13-11, þeir eru ennþá inn í þessu.
Góð móttaka hjá Gunnar Pálma og boltinn svo tilbaka á Matteo úr afturlínunni, skorar af öryggi. Virðist engum máli skipta fyrir Matteo hvort hann sé í framlínu eða afturlínu. Hann skýrar þessu flestu í gólfið. 14-11. Sjáum við náttúrulega appelsingulu línuna sem að hann má ekki stökkva upp nema fyrir aftan hana. Sjáum við að passa sig á stökkvar réttu megin við hana þegar hann er í afturlínunni. Gunnar Pálmi á Fíli tilbaka á Matteo og laumar núna og fagnar vel og innilega. 15-11, 17 stig á Matteo og við erum að leita á hann ítrekka núna. Eins og hann má alveg fara fram yfir línuna, þá má hann ekki hoppa. Þannig að ef við ætlum að fá smass frá honum eða laumi eins og þetta tilfelli, þá verður hann að passa sig á að stökkva fyrir aftan línuna. Þessi bolti út frá Alvaro og Káa komið í 16-11. Þetta er að falla aftur með okkur núna. Þá taka gestinni í leikliði, annað leikliði þeirra í þessari hrinu og þetta er að fara að verða erfiðara og erfiðara fyrir þá. Strákarnir er mjög einbeittir núna, reyna að klára þetta. Já, þessi Káa 5 stigum yfir og svona að ná góðu taki á þessu. En við höfum sem séð það oft hér í dag. Gestirnir gefa ekkert eftir en hérna er ekki alveg með þeim. Þessi bolti út frá Juan Manuel. Þetta var út og Káa komið 6 stigum yfir skyndilega, 4 stig yfir Káa. Já, það er ekki bara Matteo sem að sér smörsöðun afturlínunni. Þarna reyndi Juan Manuel en hitti ekki völlinn. Og þessi bolti af netinu, Lexi næra að bæðast við og kemur svo flottur bolti frá Andrei Collins dos Santos. Hann komið 4 stig. Káa er að stinga af 18-11 núna, 5 stig í röð. Gunnar Pálmi því áfram í uppgjöfinni, búinn að vera öruggur. Þetta nú við hvað hef ég mistað þessu, hann Hafsteinn Már hefur fengið lent eitthvað illa líklega. Bítur í jaxlinu, heldur áfram og þetta sé ekki alvarlegt. Svona eiga flottan leik. Svona límið sem er að halda spilamennsku gestarna saman. Farið að klappa baki frá Andrei Collins frá Káa. Þetta viljum allir séu heilir og spili bara sinn leik. Hafsteinn setur hann svo á kantinn og frábært smass þarna frá honum Antonio. Hafsteinn fljótur að láta til sín taka aftur og Antonio með 11 stig, 18-12. Strákarnir þurfa að halda áfram að hamra játið með það er heitt. Kemur Karol með vísandi uppgjöf. Þetta er rándýrt á þessum tímapunkti. Lexi þá í uppgjöfinni. Engin líberi á Káa núna meðan Lexi er í uppgjöfinni. Skiptir svo strax út fyrir Birki. Og hrattur svo miðuna og Lexi með flotta vörn þarna en missir boltan yfir. Frábær hávörn. En er boltinn hins vegar hjá gestunum, aftur hávörðinu og aftur er Lexi góður. Gunnar Pálmi upp á Matteo aftur línunni, frábær hávörð svo hérna hjá honum Sigurði Bjarna. Og heldur Vestarmenn minni í þessu, hann er komið 6 stig og þetta er 7. blokkstig gestanna. Þeir eru komið fram úr 7-6 í blokkstigum. Sjáum
Sjáum það hér. Fílip upp á Matti og Matti aftur í launinu og skorar. Já, fastur hnýtt með bolti í honum og Juan Manuel reyndi að taka við þessu en þetta ansi erfitt að eiga við þetta. Og K.A. 20-13 yfir, 7 stiga munur. K.A. 5 stigum frá því að klára þetta. Þar með leikinn. Og góð uppgjöf frá Fílip og þessi svo út. En þeir dæma touchið. Já, mér sýndist Matteo vera að viðkynna og þetta var hann Antonio Fernandes sem skorar. Og þeir reynir sitt besta og koma sér aftur inn í þetta en þetta svo sem orðið svolítið erfitt. Gunnar Pálmi missir hann á langt og þetta endar í stíi. Það gefur hann bara ás þarna. Hann Antonio Fernandes. Þriðji ásinn hjá honum. Hjá gestunum myndi ég. Fyrsti ásinn hjá honum. Sigurður Bjarni hinn á 2. Gunnar Pálmi tekur við. Fyrir þar að sækja hann bolta og Matteo frumar þessu og svo kemur lauma en Birkir Freyr nær að stýra þessu en svo slakur bolti þarna og skyndilega 4 stiga munur. Eru þeir að koma sér aftur inn í þetta. Já, þeir mega þetta að þeir gefast aldrei upp. Og þessi bolti út. Gunnar Pálmi og Birkir Freyr lét hann fara á endanum. Vó, þetta var tæft. 21-16. Andrei Collins. Hvað gerir kappinn hérna? Bolti frá honum. Fín. Góð móttaka hjá Antonio og Birkir kastar sig á þetta, heldur hann lífi og kemur Matteo á hárninni, frábært hérna Karol og Hafsteinn svo setur hann í gólfið og vestramenn eru ennþá inn í þessu, heldur betur, 17-21, 6 stig hjá Hafsteinni. Sigurður Bjarni í uppgjöfinni. Kemur hérna alltaf frá honum. Gunnar Pálmi tekur við beint á Fílip. Fílip á Matteo sem að setur hann á hárninni og út. Já. 5 stiga munur á ný. Matteo 19 stig. Frá Benedikt og svo kemur hann á kantinn og þarna kemur háðinn hjá Lexa að koma því og tókst að loka Juan Manuel. Lexi með 7. pláss í K.A. komið 14 stig sjálfur í leiknum. 17-23 eru þeir að fara að klára þetta núna. Það verður allavega erfiðara fyrir vestaramenn. Í hverju stíginu sem K.A. skorar. Benedikt og þetta var slaka bolti frá honum eins og þar. Og skiptir svo út fyrir Birki Líbyró, hann kemur inn. Þá Hafsteinn komin í uppgjöfina. Boltur honum er langur en Birki tekur hann og Fílip nær ekki að valda bolta og 4 stiga munur, Vestri komið 2 stig núna. Þeir gefast aldrei upp. Svo þurfa að halda áfram. Matteo biður mér að halda haus. Kemur langur bolti þarna, Birkir tekur hann. Fílip upp á Matteo, Matteo þurfum að segja hárninni og út. Þetta er mikilvægt stig. 19-24, K.A. 1 stig frá að klára þetta. Ég trúi líka öðru heldur við náum að klára þetta úr þessu.
Vestri þarf að skora 5 stig í röð til að knýja fram upphækkun. Kemur Matteo með uppgjöfuna á henni först, hann úti hins vegar og áfram eru þeir á lífi. 24-20. Nú kemur Juan Manuel í uppgjöfuna, hann vilt með þær mjög góðar. Fastu bolti frá honum, en Gunnar Pálmi flotta móttöku beint á Filip á Lexa, en hann blokkaður og þetta er ennþá í leik og Hafsteinn einhver smá vandræði þarna, þeir ná boltan eins og yfir. Filip upp á Gunnar Pálmi af hárninni og Birkir mistar hann yfir, nú er lag fyrir gestina. Hafsteinn yfir á Alvaro sem að fín vörn hjá Andri Collins og hann kemur Stíi sem klárar þetta. Matteo þrumar hann af hárninni og Káa vinnur 25-20 og leikinn samtals 3-1. Þetta mikilvægt að ná öllum 3 stigunum en mikið hrós á gestina. Þeir gáfust aldrei upp, náðu þessi 4 hrinur og reyndu allt hvað þeir gátu til þess að ná þessi 8 hrinu en Káa-liðið var einfaldlega sterkara þegar mest á reyndi. Sjáum hérna tölfræðina. Já, 25-20 sigur Káa, bæðilið með 10 smöss, Vestri með 1 ás í þessari 4. hrinu. Samtals 3 ása, Káa ekki með einasta ás í leiknum, það er óvenjulegt. Káa með 1 laumi gegn Engri, 2 blokkstig á gestunum gegn 1 og 12 stig sem Káa fær eftir missig á gestunum gegn 7. Það er akkurat munurinn á liðunum, það er þessi 5 mistök sem munar. Káa leiti mest með 7 stigum í stöðum 20-13. Og vinnu á endanum til að samfærandi sigur í þessari 4. hrinu og leikinn 3-1. Já, kíkjum allan leikinn hérna. 25-17, 25-21, 24-26 og 25-20 fóru þessar 4 hrinur. Káa með 42 smastig gegn 41, það var ansi jafnt. 3 ásar hjá gestunum gegn engum, 5 laumur á sitthvort liði, 7 blokkstegi sitthvort liði. En mistök mótherja er það sem að skilur að 46 hjá gestunum sem gefur Káa stig gegn 27 og það er rauninni bara nákvæmlega það sem að skildi að sjá að allt annað er mjög jafnt. Kíkjum á stigaskorið. Sjáum hérna Miguel Matteo Castrillo 21 stig, Alexander Arnar Þórisson með 14, Benedikt Rúnar með 6, Hermann Píring 5, Andri Collins 4, Billy Pavel 2, Gunnar Pálmi og Gísli Martin 1 stig. Á gestunum þar er Juan Manuel Escalona með 22 stig átti ótrúlegan leik, Antonio Fernandes með 13, Alvaro Cuneto 9, Sigurður Bjarni 6 ásamt Hafsteini Má og Karol Duda með 1 stig. Kíkjum svo á endanum á tímalínuna í 4. hrinu, hún kemur hér, 25-20 sigur Káa eftir Káa leiddi nær allan tíman en rós á gestina sem gáfust aldrei upp. En já, ég heldur fyrir að setja gott í bili, minnum á eins og segi Káa Þór FH í handboltanum kl. 4, Ólafsdeild kvenna og kl. 5 Káa HK í Lengjubikarkarla. En við þurfum að þakka fyrir í dag. Ágúst Stefánsson heiti ég, var með okkur og með mér til aðstoðar var Stefán Jóhansson. Og sjáum hérna, já, bara takk hérlega fyrir áhorfið og við sjáumst fersk áfram í Káa TV. Bless, bless.